Kæru krabbar, komið sælir. Hér eru spilin ykkar. Einhvers konar sundurlyndi eða rifrildi eða samkeppni í gangi á næstunni hjá ykkur. Það getur verið varðandi kvenmann í ykkar lífi. Kvenmann sem stendur ykkur nær, hvort sem er að fjölskyldumeðlim eða vinkonu. Allavega er hér sterk kvenorka á ferðinni og í einhverjum tilvikum er hér að ræða það sem hefur verið kallað hin konan. Þannig að þetta gæti verið einhvers konar samband, ástarsamband, vinarsamband þar sem að önnur kona er að koma upp á milli eða er ástæða fyrir sundurlyndi. Samkeppnin sýnist mér vera á milli tveggja karlkyns einstaklinga. En þið getið svo sem alveg svigt á byggt eins og ykkur hendar. Það sem hérna gæti líka verið að ræða er samkeppni einhvers konar stöðu. Það gæti verið varðandi atvinnu eða staða sem er auglýst sem einhvers konar lærlingsstaða. Þar sem að nám á sér stað líka. Og það getur verið bara eitt pláss laust en tveir aðilar eða þrír sem sækja og þá er spurning hvort skila meiri árangri að berjast stöðuna og nota harkuna eða að nota kvenlegt innsæi og mýkt. Fyrir einhverja ykkar, kæru krabbar, túlka ég þetta þannig að það er kvenlega orkan sem að gefa vinningin. Það er að segja að hún skilar betri árangri heldur en það að berja sér á brjóst og fara í hanaslag við einhvern annan karlkyns aðila. Það er mikill metnaður í gangi hérna og þetta gæti verið einhvers konar staða sem að hefur verið lengi í augsýn. Það er að segja eitthvað sem þig hefur lengi langað að skoða eða þú hefur haft augastað á. En hvað sem að því líður þá er þetta ákveðin lærdómur fyrir alla aðila hér. Það er að segja allt þetta ferli og ef að þetta ferli skilar ekki þeim árangri sem að þú ert að bíða eftir, kæri krabbi, þá kemur hreinlega eitthvað annað í kjölfarið sem að hentar þér betur. Já. Ég ætla að taka hérna einn engillokum. Ok. Hér koma skilaboð til þín að snúa baki við þessari stöðu, gangi burtu. Þetta sé óheilbrigð staða. Það sé óheilbrigð samskipti í gangi og að þú eigi bara frekar að horfa til þess sem á eftir að koma. Og þegar það muni opnast þér nýjar dyr sem hendi þér betur. Ok, mjög skýrt og afdráttarlaust. Gakktu í burtu. Þú verður sjálfur, kæri krabbi, að gera það upp við þig hvað þú gerir í stöðunni. Einhverjir ykkar eru kannski búnir að
taka ákvörðun og gera upp við sig hvað þeir ætla að gera og þetta er bara staðfesting. Já, ok, svo mörg voru þau orð, ég ætla ekki að fara nánar út í þessa sálma en það besta fyrir þig virðist vera að reyna að komast í gegnum þetta á sem jákvæðastan hátt, hreinlega með því að segja nei takk og taka einhverju betra, heilbrigðara munstri sem mun koma í kjölfarið. Gangi bara vel með þetta, kæri krabbi, ljós og kærleikur.